Hæ, Íris Sveinsdóttir heiti ég og í dag ætla ég að sýna ykkur eina greiðslu úr nýju bókinni minni Gleðilegt hár. Það er sem sagt hliðargreiðsla með reipi. Mjög auðvelt, hún lítur út fyrir að vera svolítið erfið en hún er mjög auðvelt. Ég byrja sem sagt á því að taka hliðarskiptingu sem er frekar neðarlega á sem sagt miðjunni og alveg hérna yfir að eyranu. Allt þetta, allan þennan fremri part ætla ég bara að geyma þangað til eftir. Setja þetta hérna bara með prjónunum, festi það fast. Og restina af hárunum ætla ég að setja í tagl. Greiða það bara vel. Ég er með teygju og þeir sem að fylgdust með mér fyrir að vita það að ég nota helst klipptar sokkabuxur, þannig að aldrei að henda sokkabuxum, alltaf að geyma teygjurnar. Það er miklu mýkri og skemmtilegri. Lítið hliðartagl og nú ætlum við að gera reipi. Skiptum hárunum í 2 parta og byrjum að snúa þeim báðum í sömu áttina. Sný hérna hægra megin og krossa. Tek hinn, sný og krossa. Krossa. Þetta er mjög fljótlegt. Og þetta reipi sem sagt er hægt að nota á marga mismunandi vegum. Þá set ég teygju í restina og þegar reipið er komið, þá aðeins toga ég í það, gera það aðeins þykkara. Ég ætla sem sagt að búa til lítinn snúð hérna og festi með klemmunum. Og þegar ég festi, alltaf að setja klemmunni í öfuga átt, snúinni og það helst allt miklu betur. Nú tek ég hérna fremri partinn. Ég ætla að hafa hana mjög lausa hérna megin. Þannig ég ætla fyrst að túbara smá. Og þegar þið túburið, það eru margir sem að eiga í vandræðum með að túbura. Það er raun og veru ef ég ger þetta mjög hægt, þá setjum ég greiðuna inn og þrýsti niður. Ekki að þrýsta og tek hana síðan út aftur. Inn og þrýsti niður. Ekki að reyna að túbura með greiðuna inn í hárinu. Og svo þegar ég greiði yfir túburinguna þá reyni ég að fara ekki nema bara rétt á yfirborðið þannig að túburingin sé svolítið í enda. Og held þessu öllu mjög svona lausu og sting þessu hérna á bakið. Spenni. Það getur verið fallegt að skreita greiðslurnar smá. Það er ágætt að bara stela smá blómum hjá blómavasanum. Festa því síðan bara með kannski einu eða 2 klemmum þannig að það haldist vel. Voilà.